Komið sæl og blessu kæru ljón. Ljónið mitt góða, hér eru spil fyrir þig inn í vikuna. Og það eru dálítið kröftug spil. Hér er manneskja, maður, kóngur sem er fagmaður fram í fingurgóma. Hann gæti verið með langa og mikla menntun á bakinu, gæti verið einhvers konar sérfræðingur. Ef til vill er þetta maður sem kemur upp í lífið þínu næstu daga, eða þetta þú sjálft, kæra ljón. Kóngurinn í sverðum er kóngur sannleikans. Hann er manneskja sem segir hlutina hreint út. Hann veit hvernig á að gera hlutina, hann er góður leiðtogi og býr við mikilli visku og mikilli kunnáttu. Hann tekur ekki endilega tillit til tilfinninga. Hann er meira í huganum og hugsunum heldur en tilfinningum og slíkum. En það er gott að leita til hans, hann er ráðagóður og hann tekur ákvarðanir, erfiðar ákvarðanir oft á tíðum með ró og kaldri yfirvegun. Þannig að ef til vill eru þetta eiginleikar sem þú þarft að nýta þér núna í vikunni, kæra ljón, eða eins og ég sagði, þetta er manneskja sem að þú ert að fara að eiga samskipti við. Vagnin aftur á móti kemur með rosa mikinn kraft. Vagnin segir mér að það er eitthvað sem þú ert búin að ákveða og stefnir að af öllu afli. Þú ert búin að sigta út leiðina, veist hvert þú ert að fara. Þú ætlar þér eitthvað og það er eitthvað sem dregur þig að takmarkið þínu. Vagnin segir mér líka að þú ert tilbúin að fara eftir því sem að innsæi segir þér eða sem að hjarta segir þér, skulum við segja. Og þú lætur ekkert stoppa þig næstu daga, heldur bara ótrauður áfram veginn með eiginleika þessa kóngs í forvegi. Það er eitthvað erfitt fyrir mig að tjá mig núna. Kóngurinn táknar skýra tjáningu, þannig að það er kannski verið að benda þér á að þú þurfir að standa fyrir máliðinu og segja hlutina eins og þeir eru, tala tæpitungulaust og koma skoðunum þínum skýrt á framfæri. Það er orka kóngsins. Ok. Kraftur vaxins á eftir að bara færa þig þangað sem að þú vilt fara. Þannig að það getur verið ferðalög á þér þessa vikuna og mikil hreyfing, engin kyrrseta eða lognmolla. Englaspilið þitt er hér. Biddu að þörfum þínum verði mætt. Almætti kemur þér til hjálpar aðeins ef að þú biður það með þínum frjálsa vilja og það byrjar á því að þú þarft að spyrja eða biðja Þetta hefur sem sagt með bón eða bænir að gera og það skiptir ekki máli hvernig þú biður það, bara að þú gerir það því að almættið heyrir orkuna sem að í því felst. Líka þú þarft að biðja aðeina að hjálpa þér eða því vantar aðstoð, þá þarftu að biðja aðstoð. Þetta er eiginlega spurning hvort þú þurfir aðstoð við að koma einhvers konar verkefni á laggirnar
eða drífa áfram eitthvað sem þú ert að vinna að. En hvað sem það er, þá er hérna skýr allavega tjáningarorka sem skiptir máli, það að segja hlutina beint út og líka það að vera með skýrar væntingar og vera búin að taka ákvarðanir áður en þú leggur af stað. Ok, einhver smá tregða sem ég finn fyrir í þessu, en það er kannski ekkert skrítið þegar orkan er svona sterk og mikil. Ég óska bara alls hins besta með þetta, kæra ljón, ljós og kærleikur inn í vikuna.